Við stöndum frammi fyrir alvarlegum og brýnum vanda sem snertir þúsundir samborgara okkar. Þetta er vandi sem oft er hulinn sjónum almennings, jafnvel kerfa sem eiga að veita stuðning. Í dag ætlum við að varpa ljósi á þessa huldustu hlið fötlunar. Við tölum fólk með gagnsæja fötlun. Þetta eru einstaklingar sem búa við fötlun sem er ekki augljós við fyrstu sýn, engin ytri merki þau veikindi eða þá baráttu sem þau heyja dag frá degi. Þau ganga meðal okkar, sýnilega heilsuhraust en innra með sér glíma þau við stöðug og alvarleg veikindi. Þessi gagnsæja fötlun gerir það að verkum að þetta fólk er oft gleymt og ósýnilegt. Það er ósýnilegt samfélaginu sem oft dæmir eftir því sem sést. Þau eru líka ósýnileg kerfum sem eiga að styðja þau, kerfum sem virðast aðeins hönnuð fyrir sýnilegri fötlun. Þetta er kjarninn í baráttu þeirra. Þau eru til staðar, þau þjást, en þau eru ekki talin með. Það er kominn tími til að sjá þau, hlusta á þau og skilja að raunveruleiki þeirra er jafn alvarlegur og annarra fatlaðra. Við verðum að breyta þessu. Fólk með gagnsæja fötlun skortir ytri merki sem auðvelda flokkun eða skilning. Þau eru ekki auðþekkt af sjáanlegum hjálpartækjum eða merkjum sem gefa til kynna fötlun. Enginn sér kannski hjólastól, krykkjur eða skilti sem boðar veikindi. Þau líta út fyrir að vera eðlilegir í augum margra, færum að takast á við daglegt líf án hindrana. En þessi ytri mynd er villandi og hluti af því vandamáli sem þau glíma við. Þessi eðlilega framkoma getur valdið misskilningi og jafnvel dómhörku. Innri barátta þeirra er hins vegar gríðarleg. Líkami þeirra berst daglega á hverri einustu stundu. Þau eru að berjast við langvarandi verki, sjálfsofnæmissjúkdóma, mikla þreytu eða aðra sjúkdóma sem tæma þau. Þetta er endalaus glíma sem fólk utan við þau getur ekki séð. Þau glíma við miklar heilsufarslegar áskoranir sem hafa áhrif á alla þætti lífsins. Svefn, matarlyst, orka og hugarástand eru oft undir stöðugu álagi. Daglegt líf er stöðug jafnvægislist milli þess að virka og hrynja. Þetta er raunveruleiki sem enginn ætti að þurfa að upplifa. Þessi ósýnileiki hefur alvarlegar afleiðingar. Þau fá ekki þá viðurkenningu og þann skilning sem þau eiga skilið. Þau eru ekki talin af samfélagi eða ríki sem einstaklingar sem þurfa sérstakan stuðning. Þetta er svik við grunnmannréttindi. Þessi skortur á viðurkenningu leiðir til skorts á samkennd og stuðningi. Fólk er afskrifað eða trúað að það sé einfaldlega að kvarta, þrátt fyrir að glíma við lamandi sjúkdóma. Það er sársaukafullt að vera ekki trúað, að vera afskrifaður sem vandamál, frekar en einstaklingur sem þarf hjálp. Kerfin sem eiga að styðja þau bila hrapalega. Fjárhagsleg aðstoð er ófullnægjandi, oft er framfærsla ekki næg til að lifa af. Bætur eða örorkugreiðslur duga ekki fyrir brýnustu nauðsynjum, hvað þá fyrir virðulegu lífi. Þetta er óviðunandi í ríku samfélagi. Húsnæðisstuðningur er sömuleiðis ófullnægjandi. Leiguhúsnæðisstuðningur eða aðrar bætur duga ekki til að standa straum af leigu. Fólk er fast í óvissu hvar það mun búa, stöðugt undir pressu að finna þak yfir höfuðið. Það er óbærileg byrði að vera á flækingi. Að sigla flókið og óhjálpsamt skrifræði er önnur barátta. Eyðublöð, umsóknarferli og skilyrði eru oft hönnuð án skilnings á raunveruleika fatlaðra. Þetta veldur vonbrigðum og örmögnun hjá þeim sem hafa takmarkaða orku til að berjast við kerfið. Þetta allt leiðir af sér skelfilegar ákvarðanir og fórnir. Fólk er neytt til að velja á milli grundvallar nauðsynja. Ætti ég að kaupa mat eða lyf? Þetta er spurning sem enginn ætti að þurfa að svara. Lífið er stöðugt val milli lífs og dauða. Ætti ég að borga leiguna eða hita heimili mitt? Þessi valkostur er ómannúðlegur og tekur af fólki alla virðingu. Sumir neyðast til að velja á milli heilsu sinnar eða þaks yfir höfuðið. Þetta er ekki mannlegt samfélag ef þetta er raunveruleikinn. Við verðum að bregðast við. Þessi barátta er ekki afleiðing af persónulegum brestum eða lélegri frammistöðu. Þetta er ekki leti, heldur þrotlaus barátta við eigin líkama. Að halda því fram að þetta sé leti eða val er móðgun við þjáningar þessara einstaklinga. Þetta er ekki að þykjast eða leika sjúka. Fötlunin er raunveruleg, verkurinn er raunverulegur og þjáningarnar eru djúpar. Enginn velur að lifa í slíkum sársauka eða óvissu. Það er enginn ávinningur af því að vera fatlaður. Þetta er ekki val, heldur staðreynd.
Enginn velur að vera fatlaður, enginn velur að glíma við króníska sjúkdóma sem draga úr getu og lífsgæðum. Það er brýnt að allir skilji þetta. Við verðum að leggja niður fordóma okkar og opna augun. Það er kominn tími til að sjá raunveruleikann eins og hann er. Þetta fólk er ekki að leita eftir samúð, heldur réttlæti og skilningi. Það er kominn tími til að kerfin okkar endurspegli þennan skilning og sýni virðingu fyrir þessum einstaklingum. Fólki er ýtt fram á bjargbrúnina, bókstaflega. Það lifir rétt á bjargbrún hrunsins, stöðugt á mörkum þess að geta haldið áfram. Hver einasti dagur er barátta að halda sér á floti, að finna styrk til að takast á við næstu stund. Þessi gagnsæja fötlun getur verið ósýnileg en erfiðleikarnir eru sannarlega ekki það. Erfiðleikarnir eru raunverulegir, áþreifanlegir og geta verið lífshættulegir. Sársaukinn, óöryggið og vonleysið eru algjörlega sýnileg í reynslu þeirra. Þetta er ekki bara spurning þægindi, heldur mannlega reisn og rétt til að lifa. Þegar fólk er neytt til að velja milli matar, hita og lyfja, erum við að tala grunnmannréttindi. Þetta er ekki lengur spurning að hafa það gott, heldur að lifa af. Við getum ekki lengur litið fram hjá þessum raunveruleika. Við verðum að horfast í augu við þær afleiðingar sem ósýnileikinn hefur á þetta fólk. Það er kominn tími til að aðgerðir komi í stað orða, að stuðningur sé raunverulegur og nægur. Brýn þörf er á breytingum. Nú er kominn tími til að sjá þessa einstaklinga sem hafa verið huld. Það er kominn tími til að viðurkenna að þau eru hluti af samfélaginu og þurfa á stuðningi að halda. Sjónarhorn okkar verður að breytast. Það er kominn tími til að viðurkenna baráttu þeirra. Að skilja að þau glíma við raunverulega fötlun sem hefur áhrif á líf þeirra á djúpstæðan hátt. Það er ekki lengur hægt að afskrifa þau eða líta fram hjá þeim. Þjáning þeirra er veruleg. Það er kominn tími til að krefjast breytinga. Við þurfum að krefjast þess að stjórnvöld, kerfi og samfélagið allt bregðist við. Að úrræði verði raunveruleg og nægjanleg til að tryggja þeim virðulegt líf og tækifæri til að lifa án stöðugs ótta og þjáninga. Við þurfum að beita okkur fyrir breytingum. Deilum sögum þeirra, því sögur hafa mátt til að breyta heiminum. Láti raunveruleika þeirra heyrast, því að þögnin hefur verið þeirra versti óvinur. Þögnin veldur ósýnileika og ósýnileiki veldur þjáningum. Tölum gegn þögninni sem hefur hulið þessa baráttu svo lengi. Þögnin er ekki lengur valkostur. Rödd þeirra verður að heyrast, kröfur þeirra verða að vera skýrar. Við getum ekki leyft þögninni að halda áfram að skaða. Við getum notað sérstök millimerki til að vekja athygli. Notum gagnsærfötlun til að lýsa þessu vandamáli. Notum virðulegt húsnæði til að krefjast þess að enginn sé án þaks yfir höfuðið. Notum hulinfötlun til að undirstrika þennan ósýnileika. Og umfram allt, notum viðurumlíkatilstaðar til að minna alla á að þetta fólk er hluti af okkar samfélagi. Þau eru ekki tölfræði, heldur mennskar veru með drauma, vonir og réttindi. Þau eiga skilið að vera séð og heyrð. Við verðum að rjúfa þögnina. Ósýnileikinn er viðhaldið af skorti á meðvitund. Ef fólk veit ekki, getur það ekki bregst við. Við verðum að mennta okkur og aðra þennan raunveruleika. Að fræðsla er lykillinn að framförum. Ósýnileikinn er líka viðhaldið af skorti á skilningi. Fólk þarf að skilja djúpt hvað það þýðir að búa við gagnsæja fötlun. Þetta er ekki val, þetta er ekki leti, þetta er raunveruleg barátta. Skilningur leiðir til samkenndar. Sameiginlegar aðgerðir geta brotið niður hindranir og tryggt stuðning. Við getum öll tekið þátt í að breyta þessu. Það er okkar sameiginlega ábyrgð að tryggja að enginn þurfi að lifa í skugga ósýnileika og þjáningar. Látum raddir okkar heyra, stöndum saman. Breytum kerfum sem bila, byggjum upp samfélag þar sem allir eru séðir, allir eru metnir og allir fá þann stuðning sem þeir þurfa. Því við erum öll hluti af sama samfélagi. Nú er tíminn til að bregðast við.